taka lán. Eins og ég sagði áðan, það skynsamlegt að taka lán í rekstri fyrir fjárfestingum á stundum en taka ekki allt úr rekstrinum til þess að fjárfesta fyrir. Ef þær fjárfestingar skila inn til framtíðar meiri hagkvæmni í rekstri og framvegis, allt sem ég búin að ræða hér áður. Bara til að gefa sýni, ég er bara hérna með samantækanir frá 2013 og fór yfir það áðan að margar af þeim lántökum voru á móti leiguskuldbindingum sem við vorum að losa út og síðan skuldbindingum við brú, lífeyrissjóð og fleira. Þá erum við búin að taka á þessum árum, með árunni í ár meðtöldu og áætlun þá þess í afborgunarfirði 3,4 milljarða. Á sama tíma höfum við borgað 7,7. Við erum að borga niður okkar skuldir. Og þá eins og ég segi, skynsemi því að í móti fjárfestingum að taka lán. Ef þetta hefði verið algjörlega, eins og ég sagði áðan, algjörlega umsnúið, að menn væru að taka lán til að borga af lánum og borga rekstur sinn. Það orðið mjög umhugsunarvert, þó þú getur lent í stöku ári, þar sem árferðið er þannig. Þannig ég vil benda á þessum árum sem dæmi, þá höfum við tekið, þá þetta samanteknar annars vegar skuldbinding, eða sem lántökur okkar í A-B-hluta og síðan afborganir í A-B-hluta, bæði lánum og leigu. Þannig að þarna munur upp á tæpa 2,2 milljarðar. Bara sem dæmi, það var þetta sem ég var með að hefði kannski hægt að segja áðan líka. En svo þetta bara höfum misjafnar skoðanir og pólitíska sýn og það bara það. Og það bara virðir maður og tekur bara umræðan og síðan svo niðurstaða úr því. Takk. Orðið listum í fundargerð bæjarráðs. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð bæjarráðs nr. 700 og 701 til nefndu samþykkið sem það samþykktar með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum komin í lið 3 og 4, það fundargerð eignaskipunar umhverfisnefndar nr. 282 og 283 sem eru lagðar hér saman til umræðu og afgreiðslu, enginn viti því andmælum. Ég ætla að taka til máls hérna undir nokkrum liðum í þessum fundargerðum og á báðum þessum fundum þá var mikil vinna sem fór í endurskoðun aðalskipulagsfjarðabyggðar og þar sem var unnið var farið vel yfir drög, greinargerð og uppdráttum vegna endurskoðunarinnar á aðalskipulaginu fyrir 2020 til 2040. Árni Geirsson frá Alta ráðgjafi mætti á fundinn og þetta er mikil vinna og mikil yfirferð og mörg að hyggja og vil ég þakka sérstaklega öllu nefndafólki og starfsmönnum fyrir góða vinnu og við erum mjög vel rýnt í og gögnin og ég hvet ykkur til þess að gera það svo líka. En eftir síðasta seinni fundinn þá var samþykkt að kynna tillögu aðalskipulagi á vinnslustigi sem mun svo fara út eftir að alltaf mun senda það svo frá sér. En þar fá íbúar og aðilar tækifæri til að koma með ábendingar. Og svo áætlað þessi endurskoðun ljúki í sumar. Það eins og hefur komið fram undir fundargerðum bæjarráðs að þá mjög ánægjulegt að það mikil aukning í úthlutun á lóðumsóknum og byggingarleyfi og bæði til einstaklinga og fyrirtækja og það voru nokkrar slíkar umsóknir sem við afgreiddum. Komið lið 8 að beiðni umsókn vegna ljós og raflagna milli Ós í Breiðdal og Núps í Berufirði. En það var lögð fram beiðni frá Skipulagsstofnun umsókn vegna ljós og raflagna milli Ós í Breiðdal og Núps í Berufirði. Samkvæmt 6. grein laga mat á umhverfisáhrifum. Óskað var eftir umsögn af því hvort að forsendur væri fyrir eða hvort að skuli háð en framkvæmdir skulu vera háð mati á umhverfisáhrifum. En að ræða framhald á uppbyggingu áttunar sem hringtenging orkumannvirkja á Íslandi með það markmiði að auka öryggi í rekstri þeirra. Einnig mun RARIK 3-fasa kerfi sitt á þessum kafla með nýjum jarðstreng og fjarlægja loftlínur í framhaldinu.
Og það eru, framkvæmdaraðilarnir eru Orkufjarskipti HF og Rarik OHF. En framkvæmdin er hluti af stærra verkefni sem eru uppbygging og endurnýjun á öryggisfjarskiptakerfi sem mun í framtíðinni byggja alfarið á ljósleiðara tækni með tvöföldum sambandsleiðum. En áætlaða verkið hefjast núna í vor og muni standa yfir í 1 mánuð. Eignarskipus- og umhverfisnefnd telur að fyrirhuguð ljós og raflögn sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum og þetta er mjög jákvætt og við höfum þegar verið að þrýsta á Rarik að þrífasa kerfið í Breiðdal, en það er gríðarlega mikilvægt í þeirri uppbyggingu sem þar á sér stað í landbúnaði. Lið 9 að beiðnum í seinni fundargerðinni 2023, það er beiðni uppsetningu skilta við göngustíga. Það var lagt fram bréf frá Göngufélagi Suðurfjarðar í samstarfi við sjúkraþjálfara þar sem óskað var eftir leyfi til að setja upp skilti með æfingum á. Skiltin verða staðsett við bekki sem standa við göngustígu ofan við byggðina á Fáskrúðsfirði og einnig er óskað eftir að setja upp skilti með teygjuæfingum á brúnni við stífluna sem er fyrir ofan grunnskólann og inn á Kirkjubóli þar sem er göngurhringur innan við bæinn. Eignarskipus- og umhverfisnefnd fagnar sérstaklega framtakinu og samþykkti uppsetninguna skiltana í samráði við umhverfis- og skipulagssvið, en þetta er gríðarlega jákvætt og heilsueflandi verkefni. Ekki fleira í bili hjá mér en orðið er laust fundargerðir eignarskipus- og umhverfisnefndar. Það hefur enginn beðið orðið, þannig að þá ber ég þessar fundargerðir upp til samþykktar, þeir sem þær samþykkja skjafamerki, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð Hafnarstjórnar nr. 257, orðið er laust þá fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð Hafnarstjórnar upp til samþykktar, þeir sem hana samþykkja skjafamerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 6, fundargerð Íþrótta- og tómstundanefndar nr. 84, orðið er laust. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð Íþrótta- og tómstundanefndar til samþykktar, þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið almenn mál og það er lið 7, landtaka árinu 2021 og bæjarstjórinn mæla fyrir endurskoðun fyrir lántöku. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, eins og hefur komið fram áður í umræðum, þá var vísað á bæjarráðsfundi nr. 701 sem framfór núna í 1. mars til bæjarstjórnar lántöku hjá Íslandsbanka, heimild til lántöku í Íslandsbanka. Hér er lagður fram lánasamningur og skuldabréf sem er í gögnum ykkar við Íslandsbanka fjárhæð 200 milljónir króna. Umræða skuldabréf sem er óverðtryggt í 20 ára með jöfnum afborgunum, 3,7% breytilegum vöxtum og er uppgreiðanlegt á lánstíma. Bæjarráð hefur samþykkt lántökuna fyrir sitt leyti og vísar henni hér til umræðu og staðfestingar bæjarstjórnar. Það er svona ekki fleira það að segja og ég hef mælt fyrir henni, forseti. Orðið er laust og Ragnar Sigurðsson heitir maður þessari. Já, ég tek svo sem undir með bæjarstjóra. Það hefur svo sem flest allt komið fram þessa lántöku sem þarf að koma fram. Við hins vegar greiddum atkvæði gegn lántökunni í bæjarráði og ætti engum að koma það á óvart. Við lýstum yfir andstöðu við lántökuna í afgreiðslu fjárhagsáætlunar og við ætlum því að leggja fram hér bókun sem hljóðar svo: Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð greiðir atkvæði gegn frekari lántöku Fjarðabyggðar. Eins og fram kom í bókun flokksins og afgreiðslu núverandi fjárhagsáætlunar þá teljum við afar brýnt að snúið sé frá núverandi stefnu skuldasöfnunar og reksturinn verði sjálfbær að nýju þar sem jafnvægi sé milli tekna og útgjalda sveitarfélagsins. Það eru mikil vonbrigði að þrátt fyrir að loðnuvegur sé hafnar að nýju, umtalsverðar lántökur á kjörtímabilinu og sölu eigna sveitarfélagsins að ekki sé hægt að standa við skuldbindingar sveitarfélagsins nema með aukinni lántöku.
Orðið er laust lið 7. Einar Már Sigurðsson, Forseti, ég verð því miður að lýsa einu sinni vonbrigðum. Ég átti von á tímamótaræðu frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins en hún var þá mjög skorin við nögl og vart annað en sérkennileg bókun sem nú eiginlega að verða svona einkenni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn að koma svona af og til með mjög sérkennilegar bókanir. Sérstaklega athygli vakti setningin snúa frá stefnu skuldasöfnunar. Ég hélt og vonaði að bæjarfulltrúinn hefði hlustað hér ágætlega á bæjarstjóra hér áðan þar sem farið yfir það að hér hefur alls ekki átt sér stað skuldasöfnun. Heldur þeir öfugt, menn hafa haldið áfram að greiða niður lán þannig að skuldir hafa farið minnkandi þrátt fyrir þetta bæði á þessu kjörtímabili og því síðasta og má vart á milli sjá hvort kjörtímabilið hefur staðið sér betur í því. En ég kannast við trúarbrögð sumra sjálfstæðismanna það að þegar þeir voru í meirihluta þá hafa þeir staðið sér alveg gífurlega vel í því að greiða niður skuldir. Hreinn misskilningur, en það virðist ekki vera nokkuð leið að leiðrétta það. Það er eins og því miður með margt sem menn taka inn sem trúarbrögð. Þá er bara alveg sama hvað sagt er og hvað reynt er að leiðrétta. Það gengur aldrei neitt. Þannig að ég held að það sé alveg borið von að reyna þetta frekar. Þannig að við verðum bara aðrir bæjarfulltrúar að þola það að sumir bara trúa einhverju burt sér frá því hver raunveruleikinn er. Orðið er laust, Ragnar Sigurðsson. Já, ég verð nú að segja, það er alveg óskiljanlegt hvert hann er að fara, hann Einar, í öllu þessu. Sko, ég hóf fundin hérna á því að spyrja og lýsa yfir mikillu undrun með það og ég verð að gera það áfram. Við erum að taka lán fyrir íþróttahús í Reyðarfjarðar. Það kemur fram í minnisblaðinu sem að Einar Már er að samþykkja. Hann stóð hér og sagði að við myndum byggja hér íþróttahús fyrir sölun á rafveitunni. Það sama hann er að taka lán fyrir núna. Þannig að ef ég er óskiljanlegur, þá bið ég Einar Már að fara í gegnum það sem hann er búinn að samþykkja á þessu kjörtímabili, frekar en að hanga á ræðinu hans Jón Björns þar sem hann fór yfir hvað við erum búin að borga niður í skuldum síðan 2013. 2013. Og ég verður bara að lýsa því yfir aftur. Ég skil ekki að við séum komin hér upp til þess að samþykkja eða afgreiða lán fyrir íþróttahúsinu sem að við erum nýbúin að selja mikla eign og taka mikla umræðu hvernig við ætlum að fjármagna. Við erum að fjármagna með allt öðrum hætti heldur en við sögumst ætla að fjármagna. Og úr því að Einar Már kallar eftir aðgerðum frá mér, þá kallar ég bara eftir samstöðu ykkar í meirihlutanum. Því að hér hefur fulltrúi Framsóknarflokksins staðið upp og sagt að það sé verður ekki farið í neinar hagræðingar. Fulltrúi Fjarðarlistans sagði að það verði farið í hagræðingar og sé þegar farið að vinna að því. Einar Már talaði um það að einn liður í hagræðingunum væri uppsögnin á rekstri hjúkrunarheimilana. Það er hans þáttur í niðurskurðinum, en við ætlum samt ekki að fara í neitt niðurskurð. Orðið er laust lið 7. Ég ætla að taka hérna til máls og þetta eru mjög áhugaverðar umræður sem hér hafa farið fram og kannski benda fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að því að öll þessi umræða hefur í fjárhagsáætlun og annað hefur farið fram í nefndum og ekki var svona bókað gegn þessum framkvæmdum þar. En við höfum rætt það og líka í fjárhagsáætluninni að þrátt fyrir þrönga fjárhagsstöðu höfum við ákveðið að halda áfram framkvæmdum af krafti og það verður hluti þeirra verða fjármagnar með lántöku. Við erum að takast á við mjög sérstakar og fordæmislausar aðstæður og það er heimsfaraldur í gangi sem hefur
hefur í för með sér gríðarlega efnahagsleg áhrif á íslenskt samfélag og við vitum ekki hverjar langtíma afleiðingar þess faraldur verður á samfélag og heilsu fólks. En eins og hér er komið fram að það verður byggt nýtt íþróttahús á Reyðarfirði og það verður að vinna við stækkun á leikskólanum Dalborg á Eskifirði og það verkefni áætlað að ljúki 2022 og svo eins og hér hefur komið fram að það mikil áframhaldandi og mikil uppbygging í hafnarmannvirkjum sem gríðarlega mikilvægt fyrir atvinnulífið og öll þessi verkefni miða að auknu lífsgæði fyrir íbúa og fyrirtæki í Fjarðabyggð. En rétt að taka það fram enn einu sinni að með því að við sem að halda uppi þjónustustigi og framkvæmdum fyrir íbúa og fyrirtæki erum við að svara kalli ríkisstjórnarinnar að sveitarfélög leggi sitt fram til þess. Og það rétt sem hér hefur komið fram að það eru auknar og tekjur vegna loðnuveiða sem gríðarlega jákvætt og mikilvægt fyrir okkur. En þessar tekjur hafa ekki skilað sér inn og við erum ekki búin að sjá í rauninni hver endilega tala verður. Við getum það ekki strax og svo vitum við það að við höfum auðvitað staðið fyrir óvissu þáttum líka sem hafa komið upp. Og eins og ég bara ítreka það sem ég sagði hérna áðan að fjölskyldusviðið að fara yfirferð, sérstaklega í íþrótta- og tómstundamálum og svo fræðslumálum líka. Og þannig að það verið að skoða allir þessa þætti. En ég ætla að leggja fram bókun, meirihluti Fjarðalista og Framsóknarflokks í bæjarstjórn Fjarðabyggðar furðar sig á bókun og afgreiðslu Sjálfstæðisflokksins og umræðu fulltrúa Miðflokksins við lántöku sveitarfélagsins sem hér lögð fyrir bæjarstjórn. Ljóst í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 að gert var ráð fyrir áðurnefndri lántöku í tengslum við fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins á þessu ári. Meirihlutinn taldi að þær fjárfestingar ríkti pólitísk sátt í bæjarstjórn óháð stuðningi við fjárhagsáætlun. Og því hljóta áðurnefndir flokkar að hafa fallið frá stuðningi við þá uppbyggingu sem áætluð í sveitarfélaginu. En orðið laust. Hvað spurning? Forseti góði bæjarfulltrúar, ég hafði ekki að vonstundum að ég ruglist náttúrulega á titlum því að ég náttúrulega nú í orðið fulltrúi Framsóknarflokksins, rétt áðan var ég bæjarstjóri, þannig að ég nú svona setja mig í þessu, svona bara til áréttingar því ég hef svona áhyggjur af því ég sé kannski ekki nógu skýrmæltur og það verð ég vona ég fyrirgefist mér. Ég sagði áðan og ég sagði það í skýrslu bæjarstjóra við fjárhagsáætlun 2021 að það væri eðlilegt nú eins og endranær, eins og leiðin sagði það. Við leitum leiða til hagræðingar í rekstri eða taka rekstur til skoðunar reglulega. Nefndum til nokkur atriði sem hefur komið fram að við erum farin nú að skoða. Á þeim forsendum teldi ég ekki ástæðu til nú að fara í blóðunar niðurskurð. Ég teldi ekki rétt, ég sagði það áðan, ég teldi ekki tímasetningu rétt og ég teldi ekki aðstæðan að vera að gefa það til kynna. Og ég fyndist rétt allavega að við myndum bíða þessa ársloka. Þannig að það sé nú því sé til haga haldið. Jafnframt fór ég yfir áðan, ég hef farið yfir áður fyrir áramót yfir fjárfestingar sveitarfélagsins á síðastliðnu ári sem greiddar voru meðal annars á sjóði og á sem gerir það verkum núna að við erum ekki, eins og það áður komið fram, þar var inni byrjun á íþróttahúsinu, við erum að halda því áfram, þessi lántaka kemur til styrkingar sjóðs á þessu ári. Þannig að menn hætti nú alltaf að reyna að tengja þetta saman og með sér alltaf að taka lán fyrir íþróttahúsinu. Við erum að taka lán til að styrkja sjóðsstöðu sveitarfélagsins, til þess að greiða fyrir það framkvæmdir sem við erum í, sem samþykktar hafa verið og sumar hverjar hafa verið fjármagnað með sérstökum hætti og öðrum eru fjármagnað með lántöku eða úr rekstri þess sveitarfélags. Þannig að þetta nú samblanda þessu öllu og ég held að menn sjáu þetta allt saman, að menn sjáu nú gegnum svona orðaleik í svona málum. Þannig að við viltum bara ítreka þetta.
En öðru leyti þá hefur komið fram með þetta lág og þau kjör sem þarna á bakvið og hvaða framkvæmdir við erum að fara í, sem ég held að sé allar nauðsynlegar og skynsamlegar fyrir okkar sveitarfélag og vona að þær gangi eftir sem hraðast. Takk. Rúnar Már Gunnarsson er hérna. Forseti, sko, ég tel að ég hafi töluverða reynslu í fjármálum og ég hef oft sagt það, sko, peningur er bara peningur. Jón Björn talar að það þurfi að laga sjóðstöðu sveitarfélagsins. Það lagar nákvæmlega jafn mikið sjóðstöðuna að það er yfirdráttarheimild, sko, til þess að brúa þetta bil. Ég er ekkert að segja það að ég sé á móti því að það séu tekin lán til framkvæmda. Það er bara alveg burt, algjörlega vitleysa, sko, og útúrsnúningur. En að taka yfirdráttarheimild núna af því að það er loðnuvertíð. Við erum að fá þessa peninga inn og geyma það þá að taka lánið þar til við nauðsynlega þurfum þess kannski í haust. En að fara að taka lánið núna og peningarnir fyrir loðnuna er að koma inn, það bara skil ég alls ekki. Og mín fjármálaspeki, hún bara nær greinilega ekki svona langt, sko. En ég held samt að mín fjármálaspeki sé bara dálítið skýrari og betri heldur en ykkar. Þannig að ég bara trúi því, sko. Þetta sé skynsemin og það sé skynsamlegt að gera þetta svona. Bara, sorry. Einar Már Sigurðsson, hversu vel? Forseti, já, það er nefnilega þannig. Ég hef tafið mér mikið umburðandi gagnvart trú fólks. Þannig að ég bara virði þessa trú Rúnars. Hann trúir því sem sagt að það sé hagkvæmara og réttari leið að taka yfirdrátt frekar en lánið. Ég treysti hins vegar betur, sko, niðurstöðu fjármálastjóra og þeim rökum sem hann færi fyrir því og það skilur bara á milli og þannig bara er staðan í því máli. En bara til þess að taka nú af allan vafa og mér fannst svona eins og bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson hefði verið svona að blanda hjúkrunarheimilum svona á sérkennilegan hátt hér inn í umræðuna. Ég sagði að við höfum tekið ákvörðun að segja upp hjúkrunarheimilunum vegna þess að það væri viss sannarlega hagræðing í rekstri sveitarfélagsins. Það kom hvergi fram í mínu máli að ég hefði talið það að það væri einhver óskastaða að gera slíkt. En þegar að hlutverk ríkisins er að reka hjúkrunarheimili og við farin að borga með því 10 milljónir á ári, þá hlýtur að koma ekkert hérna því að við segjum stopp, hingað ekki lengra. Það er bara okkur einfalt mál. Ég hélt að við höfum öll verið sammála um þetta. En nú bara er ég tvístigandi í þeim efnum, þannig að þá voru þetta nú ennþá flóknara ef bæjarfulltrúinn sko vill þá skera niður enn meira til þess að geta rekið áfram hjúkrunarheimilum. Þetta er náttúrulega allt saman að vera hið sérkennilegasta og það kannski eru fleiri sem eru farin að tala óskýrt heldur bæjarstjóri. Það var á að skilja þetta allt saman. En ef ég héldi nú áfram svona svipuðum leik og bæjarfulltrúinn gerði áðan og af því að hann rifjar svo oft upp hér og búinn að gera miskutt í tvíða þrígang að það hefði verið ákveðið að nota sölun á rafveitunni til að byggja nýtt íþróttahús. Ég man ekki betur en viðkomandi bæjarfulltrúi hafi verið á móti því að selja rafveitunni og svo rétt undir lokin, það var nú eitt undarlega spilið sem maður að játa maður hefur ekki alveg skilið. Býttu, var hann þá líka móti og er þá líka móti byggingu íþróttahússins eða tengist þetta ekki neitt eða hvernig er þetta eiginlega? Þetta er eitt af því sem við eigum líka erfitt með að skilja en látum það nú vera. Það er ekki að ætlast til þess að maður skilji nú allt. En af því að bæjarfulltrúinn fór að vekja athygli á því að bæjarstjóri fór svolítið alveg til 2013 með tölur hérna áðan og til að vekja athygli á því að það hefði ekki átt sér stað skuldasöfnun á því tímabili
þá get ég tekið önnur viðmið eins og til dæmis bara þetta kjörtímabil og það hefur sannarlega engin skuldasöfnun átt sér stað á þessu kjörtímabili. Það er búið að greiða niður meira lánum heldur en tekið verið að lánum. Og það eru 650 milljónir ef við sleppum 2018 og tökum það með líka þá eru það 780. Þannig að þetta tala skuldasöfnun þannig að það fari nú ekkert á millimála nema auðvitað þeir sem að trúa alls konar niðurstöðu. Þá skuldasöfnun hún sér ekki stað. Alveg sama hvað stendur í bókunum sjálfstæðismanna þar. Orðið laust undir lið 7. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp eftir samþykkta lið 7 lánasamning skuldabréf við Íslandsbanka að fjárhæð 200 milljónir króna. Þeir sem það samþykkja með skilmerki á móti og sitja hjá. Það er sem sagt 6 samþykkja, það er samþykkt með 6 atkvæðum. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins á móti og fulltrúi Miðflokksins situr hjá. Þá erum við komin í lið 8, umsókn lán frá ofanflóðasjóði 2020. Forseti bæjarstjóri mun mæla fyrir lántöku. Forseti maður bæjarfulltrúa, ég veit þetta vekur stundum aðeins hér til að fylgja eftir á lántöku frá ofanflóðasjóði sem hér lögð fyrir og var tekin fyrir á fundi bæjarráðs nr. 701 núna 1. mars. Hér lagt fram skuldabréf frá ofanflóðasjóði að fjárhæð 33,9 milljónir króna sem tengslum við náttúrulega framkvæmdir sem þekkja okkar hlutdeild í framkvæmdum ofanflóðasjóðs hverju sinni. Rétt að taka fram að þessi lántakar í samræmi við fjárhagsáætlun 2020 þó hún sé að koma hér inn til afgreiðslu og færð nú þegar í gerð ársreiknings 2020 vegna þess að hún hefði átt að koma hér inn fyrir áramót en henni fór í svona seinni afgreiðslu má segja en mun verða tekin þar fyrir. Mun verða tekin inn á síðastlið ár í tengslum eins og rétt hefur verið fært. Bæjarráð hefur samkvæmt lántökum sitt leyti og vísa henni hér til umræðu og staðfestingar bæjarstjórnar. Orði og þá gef ég bæjarforseta eftir orðið. Orðið laust lið 8. Það hefur enginn beðið orðið. Þannig þá ber ég eftir samþykkta lið 8 33,9 milljónir króna lántöku hjá ofanflóðasjóði. Þeir sem það samþykkja með skilmerki er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá það lið 9, reglur stofnframlög til almennra íbúða samkvæmt lögum nr. 52/2016 og ég mun mæla fyrir þessum reglum. Á árinu 2016 samþykkti Alþingi lög nr. 52/2016 almennar íbúðir. Með lögunum var lögfest ný framkvæmd á stuðningi hins opinbera við byggingu á íbúðum sem ætlaðar eru til leigu fyrir þá einstaklinga og fjölskyldur sem undir ákveðnum tekju- og eignamörkum. Með lögunum var breytt áhersla hvað varðar formum stuðning hins opinbera í húsnæðismálum til þeirra sem eru verst settir í samfélaginu. Horfið var frá því að beina stuðningi að niðurgreiðslu fjármagnskostnaðar svo sem lægri vöxtum en viðgengst á markaði eins og var til dæmis með gamla verkamannabústaðakerfinu eða kaupleigu íbúðakerfi. Í staðinn veittur beinn stuðningur til lækkunar á byggingarkostnaði íbúðarhúsnæðis þannig að hægt sé að leigja þær á lægra verði en á almennum markaði. Stofnkostnaðurinn niðurgreiddur en fjármögnunin að öðru leyti á almennum markaði. Lágmarksframlag 18% frá ríkissjóði og 12% frá sveitarfélögum af skilgreindum stofnkostnaði íbúðarhúsnæðis. Framlag ríkisins hefur verið hærra við tiltekin skilyrði. Framlag sveitarfélaga getur að hluta verið í formi afsláttar á gatnagerðargjöldum og annars kostnaður í stað peningaframlaga.
Fjarðabyggð samþykkti á árinu 2017 húsnæðisstefnu og hún var svo endurnýjuð árið 2019 lítt breytt. Í stefnunni segir að markmið Fjarðabyggðar sé meðal annars að tryggja húsnæðisöryggi íbúa óháð efnahag hvers og eins. Í húsnæðisstefnunni aðgerðaáætlun Fjarðabyggðar í húsnæðismálum segir einnig meðal annars að veita stofnstyrki ef áhugasöm félög eða félagasamtök sem sýna slíkum byggingaráformum áhuga. Í lögum 52/2016 almennar íbúðir er gert ráð fyrir að sveitarfélög setji sér reglur veitingu stofnframlaga. Ekki hefur reynt á þessi lög í Fjarðabyggð þar sem ekki hefur komið fram áhuga á byggingu húsnæði í samræmi við lögin. En núna hefur orðið breyting á og borist hefur umsókn veitingu stofnframlaga frá einum aðila og hér er því lögð fram tillaga að reglum veitingu stofnstyrkja frá Fjarðabyggð til byggingu almennra íbúða. En orðið er laust þennan lið. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar lið 9, reglur veitingu stofnframlaga í samræmi við lög 52/2016 almennar íbúðir. Þeir sem það samþykkja, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum komin lið 10, jafnlaunastefna endurskoðun 2021 og ég mun mæla fyrir endurskoðaðri stefnu til fyrri umræðu. Jafnlaunakerfi Fjarðabyggðar er í sífelldri þróun en árlega ber að endurskoða kerfið að hluta því heild. Fjarðabyggð öðlaðist jafnlaunavottun í febrúar 2020 og er því komið að viðhaldsvottun. Uppfæra þarf jafnlaunastefnu Fjarðabyggðar þar sem lög nr. 150/2020 jafna stöðu og jafna rétt kynjanna komi í staðinn fyrir lög nr. 10/2008 jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla. Jafnframt var ábyrgðaraðila vegna innleiðingar og viðhaldi jafnlaunakerfisins í samræmi við staðalinn IST 85/2012 breytt úr bæjarritara í mannastjóra. Texti er lagfærður þannig að stefnan meðal annars að óútskýrður launamunur verði aldrei meira en 3,5% og ávallt sem næst 0%. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég upp lið 10 til samþykktar að vísa jafnlaunastefnu til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem það samþykkja, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum komin í lið 11. Og það er jafnréttisstefna 2021. Jafnréttisstefna Fjarðabyggðar 2019-2023 hefur verið endurskoðuð í kjölfar lagabreytinga sem samþykkt voru á Alþingi í lok árs 2020 og ný lög jafna stöðu og jafna rétt kynjanna 151/2020 og lög stjórnsýslu jafnréttismála 151/2020. Lögin tóku við af lögum nr. 10/2008 jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla en jafnréttisstefna Fjarðabyggðar 2019-2023 byggð á ákvæðum þeirra laga. Helstu breytingarnar eru aðlögun ákvæða jafnréttisstefnunnar að nýju lögum þar er tenging við viðeigandi lagagreinar. Þá er orðalagi breytt þar sem fjallað er tvö kyn, karla og konu, drengi og stúlkur. Þá hefur verið bætt við öðrum bakgrunnsþáttum sem huga þarf að með tilliti til jafnréttis og mismununar. Aðrar lítilsháttar breytingar voru gerðar til einföldunar en sem hefur ekki áhrif á efni og markmið stefnunnar. Og að bendi